alla miðvikudaga. Komið sæl og gleðilega hátíð. Við byrjum hér á að skoða Norður Atlantshafið en það lægð sem búin að hreiðra sig hér vestur af landinu og hún að dæla til okkar suðvestlægum áttum. Þetta búið að vera svona 8 til 15 metrar á sekúndu í morgun, það sums staðar hvassara þó en búið að vera slyddukennt í þessum. En þegar við horfum hér fram eftir degi og til morguns að þá halda áfram suðvestlægar áttir, lægðin dýpkar, þéttar þrýstilínur, þó nokkur vindur í kvöld og á morgun og þessi útsýningur, það suðvestanátt og éljagangur sunnan og vestanvert landið heldur áfram alveg yfir jólin. Á hitasviðinu þá sjáum við að það að kólna einnig og þetta mjög kalt loft sem kemur hér frá Labradorhafi og niður af Grænlandi og þetta veldur því að þetta verður þó nokkuð óstöðugt loft í þessu og geta élin orðið ansi dimm fyrir viki og það nokkuð efnismikil él í þessu líka. Hér á annan í jólum að þá svona mildast aðeins lofti hér allra syðst, mögulega getur úrkoman orðið að slyddu jafnvel rigningu en það verður einnig nokkuð hvasst hér með suðurströndinni svona 13 til 20 annan í jólum. En hér sjáum við í morgun, það búið að vera þessi suðvestan 8 til 15 og slydduél eða él hér sunnan og vestanvert landi. Síðan þegar við horfum fram eftir degi, þá heldur áttin sér en það bætir í vindin hægt og rólega. Þetta orðið allhvass vindur hér þegar jólin hringd inn klukkan 6 og þetta orðið að snjókomu hér. Allstaðar þar sem úrkoma að falla, þar sem fer kólnandi en síðan yfir kvöldmatnum að þá viðvarandar allar að taka gildi hér á vestanverðu landinu. Við erum að horfa appelsínugula viðvaranir hér á Suðurlandi, Faxaflóa og Breiðafirði. Þetta 15 til 25 metrar á sekúndu í þessu, hviðurnar jafnvel 35-40 metrar. Þetta dimm él í þessu hryðjur og það gæti alveg orðið mjög erfiðar akstursskilyrði í þessu og skafrenningur sömuleiðis. Fólk beðið að vera ekki á ferðinni þegar þessar viðvaranir í gildi. Gular viðvaranir þær einnig hafa tekið gildi hér á höfuðborgarsvæðinu og Vestfjörðum. Þar þetta svona 15 til 23 metrar á sekúndu og aftur þessi dimmu él. Og þegar við horfum síðan fram eftir kvöldi bætir Suðausturland og strandur og Norðurland vestra við og það sömuleiðis sama vetrarveðrið þar og varasam akstur skilyrði. Við sjáum hér síðan upp úr hádegi kannski farið að snjóa aðeins hér fyrir norðan Eyjafjörðinn. En ef við skoðum bara aðeins betur á hér klukkan 6 í kvöld þá hitastigið svona í kringum frostmark mestan hluta landsins á láglendi. Þetta svona kannski allra seðist sem þetta gæti verið smá slyddukennt. Annars staðar þetta snjókoma og síðan á hádegi á morgun þá þessar viðvaranir allar í gildi sem taka gildi í kvöld. Alveg hér sunnan og vestanvert landið. Við sjáum hér alveg stormur víða. Þetta ekki ferðaveður. Fólk beðið að huga vel að því. Það einhver smá snjókoma sem getur verið að falla hér norðaustan til en kannski ekki nóg til þess að hafa teljanlega áhrif í fjöllum þar en síðan þegar horfum fram eftir degi á morgun. Þetta appelsínugul viðvörun hér á Suðurlandi þangað til klukkan 6 þá tekur gul við og þessar viðvaranir síðan að renna út aðfaranótt jóladagsins. Tölvukerfið það vill hins vegar halda gulri viðvörun hér á Suðurlandi en við ætlum bara að vona að það sé ekki forspárgildi í því að það búið að draga hér úr vindinum og við fylgjumst bara með hvort það sé þörf á því að framlengja þessar viðvaranir. Sjáum hér það alveg áframhaldandi éljagangur víða en hér allra síðast að gæta farið út í svona slydduregningu og á föstudaginn kólnar síðan aftur hjá okkur og ennþá lítið að falla hér norðaustan til en síðan á laugardaginn þá svona aðeins norðlægara og smávegis að falla en áfram úrkoman að meginhlutanum hér syðra. En núna í kvöld þegar jólin hringd inn þá vaxandi vindur, það suðvestan hvassviðri stormur sunnan og vestanvert landið. Það dimmar éljarhryðjur í þessu, léleg akstursskilyrði eða jafnvel ófært og það skafrenningur og það ekkert ferðaveður. Við segjum þetta gott í bili og njótið hátíðanna. Þakku fyrir, verið sæl.